Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég er Guðmundur Ingi og í þessu þáttum ætlum við að ræða allar hliðar fangelsismála, hvað erum við að gera rétt, hvað erum við að gera rangt og hvert stefnum við. Í þættinum í dag ætlum við að ræða meðferðarganginn á Litla-Hrauni og meðferðir fanga almennt og til þess að ræða þessi mál er komið til minn Jón Þór Kvaran, meðferðarfulltrúi Fangelsismálastofnunar, en hann er einnig stjórnandi meðferðargangsins á Litla-Hrauni. Og hann er kannski sá sem veit einna mest þessi mál. Vertu velkominn, Jón. Takk. Það segirðu gott. Ég segi gott bara. Við ætlum aðeins að ræða meðferðarganginn á Litla-Hrauni og hvernig varð hann til? Meðferðargangurinn á Litla-Hrauni verður til í tíð Margrétar Frímannsdóttur sem var þáverandi forstöðumaður Litla-Hrauns og hann er settur á koppinn 2007. Mestmegnis held ég af hennar tilstuðlan af því hún sá þörf fyrir svona starf, það er að segja svona áfengis- og vímuefna meðferð í einhverju formi inn í fangelsinu. Síðan 2007 hefur þetta náttúrulega gengið í gegnum alls konar breytingar og ég held að 2008 þá fékkst einhver fjárveiting frá ríkinu til þess að í svona tilraunaskyni fyrir þetta starf og það tók einhver ár að festa það í sessi. En já, hann verður til 2007 og hefur farið í gegnum alls konar breytingar síðan. En er þetta fjármagn, er það tryggt í dag? Já, það er tryggt í dag. Já. En hvernig er nú myndi kannski einhver segja að það væri hálfgert glapræði að vera að opna meðferðargang inn í fangelsinu. Það er að segja, stundum hefur þessu verið líkt við að opna meðferðardeild á Laugaveginum eða inn á skemmtistað eða eitthvað slíkt þar sem er mikið áfengi eða vímuefni. Er það ekki svolítið svona öfugsnúið? Ég meina... Jú, ég held að meðferðargangurinn er tilkominn vegna þarfar og góðs ásetning en ég held að málið hafi kannski ekki alveg verið hugsað til enda þegar það er lagt af stað með þetta verkefni. Og það er alveg deginu ljósara í mínum huga allavega að bara eins og með svo margar meðferðir, það þarf að setja meðferðirnar upp í umhverfi sem styður við meðferðirnar og það er kannski helsti vandi meðferðargangsins á Litla-Hrauni og búið að vera öll þessi ár að umhverfið sem okkur er gert að starfa í styður að mjög takmörkuðu leyti við þessa starfsemi. Og það er alveg rétt sem þú segir, þetta er svolítið eins og að vera með edrú borð og bar. Já, það er einmitt verið kannski einkennandi við þennan gang, meðferðargang að það eru 11 einstaklingar að þegar einhver dettur í það þá tekur hann með sér fleiri og tekur eiginlega kannski jafnvel nokkra, 4, 5, 6 með sér og það eru allir að falla í einu. Þannig að þetta er svona hlýtur að vera svona svolítið erfitt. Þetta er bara mjög flókið umhverfi að gera út meðferð sem gengur út á ég meina þau markmið sem við erum að reyna. Að vera edrú og takast á við vímuefnavandann sinn er náttúrulega bara mjög flókið þegar þú ert ekki með neina deildarskiptingu inn í fangelsinu. Það eru sameiginlegar útivistir, sameiginlegir vinnustaðir, sameiginlegur skóli, einhvern veginn með öllum hinum og ég meina það vita það allir að það er vímuefnavandi inn í fangelsinu og hefur alltaf verið og mun sennilega alltaf vera. Þannig að ég held að það hefði þurft kannski bara í byrjun að hugsa þetta í miklu stærra samhengi. Hvernig þú ætlar að vinna að þessu málaflokki og hvað þarf að vera til staðar til þess að þú getur unnið að þessu málaflokki inn í svona umhverfi eins og Litla-Hrauni eða bara fangelsiskerfinu almennt. Hvernig er svona hefðbundinn dagur á meðferðargangi? Ég meina, hvað eru þeir sem eru þar að gera á daginn? Hefðbundinn dagur á meðferðargangi 5 daga vikunar, það er að segja virkudagana, að þá er svona formuleg starfsemi á ganginum og það er allir vaktir bara klukkan 8 á morgnana og þá er ætlast til þess að menn fari á fætur og búi rúmið sitt og gerir svona þessa praktísku hluti og séu búnir að fá sér morgunmat áður en að morgunfundur hefst sem er 20 mínútur yfir 8 og á morgunfundi er svolítið bara verið að
það einhver hugleiðing inn í daginn sem að snýra að vímuefnavandanum og menn svona leggja fyrir sig daginn á þessu morgunfundi. Eftir morgunfund fara menn annarkvort í vinnu eða skóla og það partur af kröfu meðferðargangsins að menn séu með einhverja virkni og það náttúrulega það sem í boði eru einhverju vinnustaðir og svo náttúrulega skólinn. En það oft erfitt að tryggja það að allir geti fengið vinnu, þannig að það flækir þetta aðeins. Síðan í hádeginu erum við með grúpuvinnu, við erum með fyrirlestra, við erum með í lok hverra viku svona eitthvað sem við köllum bara samviskufund, þar sem við förum bara yfir stöðuna á ganginum, hvað gengur vel og hvað gengur ekki jafn vel og leggjum svona línurnar fyrir næstu viku. Já, þetta svona í kannski grófum dráttum sko starfið inn á ganginum en svo fá náttúrulega allir einstaklingar sem kom inn á gangin regluleg viðtöl hjá mér og regluleg viðtöl hjá sálfræðing sem að starfar mér við hlið á meðferðarganginum. Það gerð meðferðar áætlun með hverjum og einum sem þó að kannski sameiginlega vandinn sé vímuefnavandi að þá í þessari meðferðar áætlun hún meira svona sér sniðin að þörfum hvers og eins af því að vandi hvers og eins náttúrulega bara mjög misjafn sko. Eru margir sem vilja koma á meðferðarganginn? Ásókn í það eða? Það partur af því sem gerir þetta flókið sko. Það kemur í svona bylgjum. Svona megnið af árunum sem ég hef starfað þarna. Ég hef verið síðan bara áramótin 2010 og 11. Ég byrjaði byrjun janúar 2011. Að þá hefur svona öllu jöfnu verið bara fullt á meðferðarganginn og einhverjir að bíða. En það hafa líka alveg komið tímabil þar sem að áhugi bara fyrir svona starfi kannski takmarkaður og ég tengi það að einhverju leyti bara við skort á deildarskiptingu inn í fangelsinu og það hvað ég að segja, það bara þannig samsettur hópur inn í fangelsinu að það kannski ekkert mikill áhugi fyrir þessu. Nei. Við höfum rætt saman oft þessi mál og held ég geti sagt að við séum mjög sammála hvert ætti að stefna í meðferðarmálum og hvað ætti að gera og það náttúrulega, ég hef líka kannski reynslu af því bara frá Danmörku að þar sem ég fór í gegnum svona kerfi að þá þetta algjörlega aðgreitt og við höfum verið að reyna að fá fangelsyfirvöld hér kannski til að gera það líka en það hefur einhverju hluta vegna ekki verið hægt. Nú ætla ég ekki kannski að vera að beða að gagnrýna þína yfirmenn, en þetta ekki svona það sem við erum að tala að hugmyndir hafa kannski verið að færa þetta í hús 1, svo kallað gömlu einangrunina? Já, ég hef svo sem ekkert farið lengt þessi ár sem ég hef verið að vinna þessu málaflokki að það þarf að eiga sér stað breyting til þess að því að vímuefnameðferð á fullt erindi inn í fangelsi og að því að bara sá einhvern veginn málaflokkur í mínum huga vigtar bara svo mikið, hann vigtar svo þungt inn í inn í fangelsinu og þetta líka einhvern veginn oft sá þáttur sem skilar mönnum aftur inn í fangelsi að afplánun lokinni en til þess að þetta geti skilað meiri árangri, þó að árangurinn sé alltaf einhver, þá held ég að við getum náð miklu meiri árangri ef við skoðum hennar málaflokk bara í miklu stærra samhengi. Fangelsismálastofnun í mínum huga þarf náttúrulega að mynda sér einhverja stefnu í þessum málum. Hvert viljum við stefna í þessum málum? Hvað þarf að vera til staðar til þess að við getum fengið sem mestan árangur út úr því? Og aðskilnaður með svona starf alveg grunnforsenda í mínum huga. En nú það, Fangelsismálastofnun hefur kannski ekki viljað taka margar stefnur í þessum málum og þeir hafa viljað láta pólitíkina ákveða hlutina, þannig að þetta í raun og veru pólitísk ákvörðun sem þarf að taka, það ekki? Eða þarf ekki... Jú, ég meina það hlýtur að liggja þar, því að í enda dagsins snýst þetta náttúrulega alltaf bara fjármuni, það ekki hægt að leggja af stað í einhverja vegferð öðruvísi en að það sé tryggt að það sé hægt að fjármagna. Og Fangelsismálastofnun allavega í mína tíð býr alltaf einhvern veginn við frekar þröngan kost þegar það kemur að fjárveitingu. Nú höfum við oft rætt að flytja jafnvel
meðferð í annað fangelsi, til dæmis í fangelsi á Sogni, Mhm. og gera það að svona bara meðferðar Já. og endurhæfingar fangelsi. Já. Og það er ekki langt síðan Afstaða og Vernd og fleiri komu með hugmyndir um þetta. Hefur þetta eitthvað verið meira rætt, veistu það, eða? Sko, þessi hugmynd er alveg ennþá upp á borði og þetta hefur alveg verið rætt fram og tilbaka en það eru kannski bara svolítið margir hlutir sem að þarf að finna út úr áður en það getur orðið að veruleika, af því að sko, áfengis- og vímuefnameðferð er einn hlutur, en í mínum huga þarf að hugsa það í miklu, miklu stærra samhengi. Þú veist, þetta þarf að vera kannski bara eins og þú orðaði það, svona almenn endurhæfing. Og til þess að það getur orðið að veruleika, þá þarf náttúrulega bara að huga að mjög mörgum þáttum, eins og menntamálum, vinnumálum. Í mínum huga þyrfti að vera starfandi inn í fangilsunum iðjuþjálfi, og það er svo margt sem að vantar til þess að sko, lausnin er ekki fólkin engum, þó það myndi bæta mikið að flytja svona starfsemi í úrræði eins og Sogn, að þá vantar samt ennþá mjög margar hluti á Sogn til þess að það geti virkað eins og það ætti að virka. Einmitt, algjörlega. Og það er kannski það sem við höfum kannski alltaf verið að ræða, að það vantar innihald fangavistar, því að þetta er í raun og veru geymsla í dag. Já, sko, það er alveg hægt að líta á það þannig og ég skil alveg þá sýn og það er í mínum huga margt sem vantar upp á. Ég, sko, í fullkomnum heimi hefði maður vilja sjá miklu meiri tengingu til dæmis milli menntunar og starfs. Þú veist, við erum með fullt af vinnustöðum inn á Litla-Hrauni sem að gætu verið að gera miklu meira og í miklu meira samstarfi við skólan, og gætu verið að stilla upp í mínum huga námsbrautum sem að eru miklu eftirsóknarverðari heldur en það sem verið er að bjóða upp á í dag. Já, ég get verið sammála því að námið er kannski ekki upp á marga fiska í dag eins og það er. Það er náttúrulega mest bóklegt, það er ekkert starfsnám eða sem í mínum huga er bara mjög undarlegt. Við rekum bara fínustu trésmiðju á Litla-Hrauni og af hverju er ekki hægt að tengja það inn í námið sem verið er að bjóða upp á. Við erum með fína járnsmiðju og bara góðan aðbúnað sem í mínum huga væri vel hægt að tengja inn í námið. Þannig að menn sjáu svona eitthvað, að því að bara bóklegt nám liggur alls ekki fyrir öllum. Og þó að það sé alltaf eitthvað bóklegt nám í iðnnámi, þá getum við verið að fókusa mikið meira á þetta og vera með mikið betri tengingu milli vinnustaða og skólans. Það var hægt að þróa einhvers konar styttri námsleiðir sem að veita ákveðin rétt, kannski eða eitthvað slíkt, og ég meina þannig sjáum við þetta á Norðurlöndunum, að þar eru í fangelsónum verkstjórar sem eru meistarar í sínu fagi og eru að kenna, og menn útskrifast sem eitthvað. Og svona allan mín tilfinning ef að menn hafa nóg að gera í fangelsónum og eru að læra, það er verið að styrkja fjölskyldusamböndin, það er verið að reyna að kenna þeim eitthvað og þeir fá nægan tíma fyrir útivistir og annað, að þá minnkar eftirspurn fyrir fíkniefnum. Algjörlega. Það hlýtur að vera. En hvað, og við höfum til dæmis rætt við rættum að gera Akureyri til dæmis að meðferðarfangelsi, en nú búið að loka því. Við höfum kannski oft rætt að það er ekki til nógu öflugt meðferðarúrræði á Íslandi, bara almennt fyrir kannski erfiðasta hópinn sem er að koma inn og út úr fangelsi stöðugt. Þetta eru 20-30 manns hverju sinni. Og við eigum ekkert slíkt úrræði. Nei, við eigum ekkert slíkt úrræði sem að sérhæfir sig að vinna í þessum málaflokki. Það er alveg hárrétt. Og þessi hópur kannski sem þú ert að vitna í, hann þarf bara, mér finnst svo ótrúlega eðlilegt að hugsa þetta einhvern veginn. Við erum að tala hóp sem að er í mesta vandanum og oft er vímuefnavandinn bara einn þáttur af mörgum í þessum vanda. En þú ert að vitna í þennan hóp sem er að detta inn og út úr fangelsum. Mér finnst fullkomlega eðlilegt að hugsa þetta sko út frá því að sko þarna liggur ábyrgð okkar sem fangelsiskerfi að vinna með þessum hóp. En það þarf svo margt að vera til staðar til þess að sé hægt að vinna með þennan hóp og ég held að sé í mínum huga ekki raunhæft
að horfa á þetta öðruvísi heldur en að byrja bara frá byrjun. Þú veist, byrjum á því að móta okkur stefnu í þessum málaflokki. Byrjum á því að kortleggja sko, hvernig við viljum sjá þessa vinnu eiga sér stað og hvað þarf að vera til staðar til þess að það geti gengið. Ég held að sé svolítið, þó það væri frábært að fá sko, deildarskiptingu fyrir meðferðarganginn, þá held ég við þurfum samt sko, áður en að það getur skilað tilsettum árangri, þurfum við að vera búin að smíða upp eitthvað módel í kringum það, hvað erum við að fara að gera? Við ræddum áðan ef að einn dettur í það meðferðargangi þá detta fleiri í það. Já. Er til einhverjar tölur eða veistu það svona sirka hverjir eru svona hlutfall þeirra sem að halda sér edrú eða árangur eða er það eitthvað til? Sko það er ekki til almennileg tölfræði utan um það og það er eitthvað sem að hefði verið mjög gaman að halda utan um í gegnum tíðina. Þannig að maður er ofta að tala einhvern veginn bara svona tilfinningu sko. Já. En það sko í mínum huga þá er eiginlega ekkert að ræða sko árangur er svo opaslega afstæður. Ef við ætlum bara að horfa á það eitthvað svona svart-hvítt að viðkomandi fari bara í meðferð og verði edrú að eilífu sem er náttúrulega bara draumastaðan, komi aldrei aftur í fangelsi, þá eru þeir einstaklingar fáir og stundum líður langt á milli, en það er samt alltaf að stækka í þeim hópi og sem betur fer höfum við aðgengi að þessum einstaklingum, þeir hafa brennandi áhuga fyrir því að koma sem sjálfboðaliðar og vinna inn í fangelsunum, láta gott af sér leiða, en svo er líka alveg, sko, það þarf líka bara að horfa á árangur út frá allt öðru sjónarmiði. Þú veist að einstaklingur sem er reglulega í vanda og reglulega í agabrotum inn í fangelsinu á erfitt með að fóta sig á einhverjum öðrum göngum, kemur inn á meðferðargang og það gengur bara vel í 3 mánuði. Það er alveg árangur út af fyrir sig. Það, partur af svona starfi er náttúrulega líka bara að sá fræjum. Þú veist, að fræða menn og upplýsa menn og sýna þeim einhverja leið sem við teljum vera færa fyrir þá, þó að þeir kannski rata ekki þá leið í fyrsta eða annað eða þriðja skipti. Sko. En hvað, segðu mér varðandi bara þennan vanda í fangelsunum, lyfjavandann og fíkniefnavandann, hvað er það svona helsta sem er til vandræða, hvaða lyf og hvaða, þetta er kannski erfitt að ræða þetta. Já, en samt ekki. Ég held að sko, allavega í mína tíð, það sem að virðist vera vinsælast hverju sinni inn í fangelsinu er það sem við eigum erfiðast með að finna. Hefðbundin fíkniefni koma sjaldnast inn í fangelsið, kannski að því að við erum með fíkniefna hund en það sem verður vinsælt til þess að nota inn í fangelsinu það var komið tímabil þar sem róandi lyf eru mjög vinsæl. Við erum alltaf í einhverjum vanda með einhvers konar morfínskyld lyf sem eru þá yfirleitt svona lyfseðilsskyld lyf. Núna undanfarin ár höfum við verið í heilmiklu vanda með þetta efni sem kallað Spice. Það virðist vera mjög vinsælt inn í fangelsinu og það er mjög erfitt að eiga við það. Við eigum erfitt með að finna það er alltaf að taka á sig einhverja nýja mynd í hvernig formið það er. Þannig að það má segja kannski að þetta hafi versnað í raun og veru með árunum. Það er að segja lyf og efni sem eru hættulegri kannski núna en áður. Já, það er alveg hægt að færa rök fyrir því, sko. Það er alveg hægt að færa rök fyrir því. Þannig að vægu efnin sem voru vinsæl áður, þeim var útrýmt og þá byrjaði hópurinn svona að finna nýja leiðir, finna nýja efni og þau urðu alltaf hættulegri í raun og veru, það má segja það. Já, og það er náttúrulega bara svo margt sem spilar líka inn í það. Að vímuefnavandinn er náttúrulega einn hlutur sem keyrir áfram einhvern veginn þennan business, ef við orðum það þannig. En peningar keyra náttúrulega líka áfram þennan business. Það verður alltaf einhverju sem sjá hag sinn í því að græða pening á þessum hópi, sko. Eru alvarleg tilfelli sem eru að koma upp í fangelsi tengd eins og spæsneyslu? Ég meina, hefur einhver dáið að því? Eða... Nei, það hefur ekki verið hægt að
sko varðandi spæsið held ég að það hafi ekki verið hægt að rekja dauðsfall beint til spæsneyslu, en við höfum lent í mjög mörgum alvarlegum uppákomum hins vegar í tengslum við spæsið, af því að menn fá einhvers konar svona krampa ef þeir nota mikið af því, og það núna búið að vera bara undanfarin ár óvenju mikið af svona uppákomum þar sem við höfum þurft að kalla til sjúkrabíl eða læknir og margar ferðir með sjúkrabíl upp á sjúkrahús út af svona krampaköstum vegna spæsneyslunar. Já, það einmitt það sem við heyrum líka, að það stundum kannski hringt á sjúkrabíl 2-3 yfir daginn. Menn að fara í það sem er kallað að fara í froskin, sem eru einhvers konar krampaköst og þetta sé það hættulegt að ef að menn sofna vitlaust, sko, kannski eftir svona veistu, þá er ekkert svo til að vakna aftur. Nei, algjörlega. En þetta einmitt, sko... Þetta náttúrulega bara í mínum huga svona stríðisástand, þú veist, að staðan skuli á sumum tímum í alvörunni vera þannig að, sko, að menn sem eru í spæsneyslu skuli þurfa að stóla á velvild samfanga til þess að tryggja það að þeir fari sér ekki að voða ef þeir nota of mikið, sko. Já. En ég man eftir til dæmis, hvort það var ekki verið bara í fyrra, þá var ástandið orðið svo slæmt að það var byrjað að skoða alls konar nýja leiðir og sem á að fara kannski að byrja með. Það hefur bara ekki verið hægt að koma í framkvæmd út af COVID í raun og veru, og mér skilst að það standi til að byrja aftur það samtal í raun og veru sem að ég tel sjálfur að sé óbúslega gott og ég gerir ráð fyrir því að við kannski munum vera þá einhverju samræði með það eða samstarfi. Algjörlega, vonandi. En hvað er það sem að kannski fangar sem að ljúka afplánun og vilja ná bata? Ég meina, hvað er í boði? Þekkir þú það eitthvað? Eða veistu, eftir, nú eru alls konar meðferðarstofnanir sem að taka við föngum og kannski síðustu 3 mánuðunum eða 4 þeir eru að ljúka afplánunni þarna. Manni finnst stundum, sko, að þeir þurfti eiginlega að vera að byrja á meðferð en ekki ljúka til þess að þeir geti nýtt tímann í að gera eitthvað. Af því að þarna eru þeir kannski að koma inn í x mánuði eða ár og eru í tómu rugli í raun og veru allan þann tíma og svo ætla þeir að taka síðustu 3 mánuðina í meðferð. En það er ekkert kannski óbúslega mikið í boði. S.A.A. hætti í raun og veru að taka við föngum. Sko það sem að, sko aðgengið að meðferð sem að við höfum í dag er við höfum aðgengið að S.A.A. en aldrei sem part af afplánun. Við getum aðstofað menn við að reyna eins og svona eftir fremsta megni að tryggja þeim pláss hjá S.A.A. sama dag eða nokkrum dögum eftir að þeim til dæmis veittir reynslulaust og þá tekur S.A.A. við þeim en aldrei sem part af afplánun þó að það hefur verið fyrir einhverjum árum síðan. Við höfum alltaf aðgengi að einhverjum plássum hjá Hlaðgerðarkoti en það er þá aldrei nema síðustu 3 mánuðina fyrir reynslulaust. Síðustu 3 mánuðina af sko afplánunartímanum inn í fangelsi. Við höfum verið að reyna að koma á einhvers konar starfsemi við Krýsuvík sem að í mínum huga gæti alveg verið mjög gott úrræði, sérstaklega bara af því að það er tímalengdin er svo góð. Þeir eru að gera út á 6 mánaða meðferð. Það hefur ekki tekist að koma því á af því að Krýsuvík býr náttúrulega við mjög takmarka fjármagn og hefur ekki ráð á því að vera með næturvökt og þar sem að menn eru í afplánun getum við ekki með góðu móti samþykkt að einhverjir afpláni þar, sko. Þannig að það eru engin samningur á milli í raun og Krýsuvíkur? Sko, ekki milli Krýsuvíkur og fangelsismálastofnunar og það hefur bara ekki tekist að koma því á út af kannski bara þessu að Krýsuvík getur ekki verið með mannaða vakt allan sólarhringinn, sko. Mér fannst Krýsuvík mjög hentugt húsnæði og staðsetning fyrir meðferð fanga. Ég hefði helst viljað sjálfur að þetta yrði bara fyrir fanga, akkurat á þessum stað, sko. Það er margt mjög hentugt einhvern veginn bara við staðsetningu, húsnæði, tímalengd, meðferðar og ég er þeirrar skoðunar að í mörgum tilvikum þarf þessi hópur sem við erum að ræða líka bara lengri tíma. Hann þarf lengri tíma, hann þarf meiri aðstoð, meiri aðstoð við að aðlagast aftur út í samfélagið. Það þarf eitthvað að taka við þessum þyngsta hópi þegar að afplánun lýkur
til þess að hjálpa þeim aðlagast út í samfélagið. Þannig að þú talar að þeir sem eru á meðferðarganginum, það sé gerði ákveðin svona meðferðaráætlun fyrir þá, þyrfti ekki að gera víðtækari meðferðar og vistunaráætlanir fyrir alla í raun og veru. Þannig að því að sko þegar þú ert í fangelsi þá náttúrulega ljóst að það eitthvað sem þarf að laga eða komast að og þá ætti að mínu viti allavega að fara í eitthvað ferli í gang, að gera svona meðferðar og vistunaráætlun og þó að það sé hægt að skipta áríðandi eða skipta þessu eitthvað niður, það skipta allir að fara gegnum það sama. En þetta ekki svona eitthvað sem þyrfti að vera? Þetta var... Sko, þetta er náttúrulega bundið í lög held ég, að það þurfa að gera meðferðar og vistunaráætlun fyrir alla sem kom inn í fangelsi. Ja, það var reyndar tekið úr lögum síðast vegna þess að það var ekki fjármagn til að gera það. Það var ákveðið að taka það úr, en þetta á heima þar. Það er verið, og það er verið að reyna að gera þetta eins skilvirklega og við getum gert og reyna að flokka þarfirnar, sumir eru í mikilli þörf og meðan aðrir eru í minni þörf, reyna svona svolítið að skilgreina vandann og hvenær er rétti tíminn til þess að takast á við hann, af því að dómar eru náttúrulega líka bara mislangir og það er alveg verið að gera þetta, en þetta er náttúrulega bara ótrúlega flókið ferli og til þess að þetta geti verið í mínum huga sko, skilvirkt og markvisst, að þá þyrfti náttúrulega bara meðferðarsvið Fangelsismálastofnunar að fá ansi mörg stöðugildi í viðbót til þess að þetta geti virkað. En geðheilbrigðisteymið, nú er það nýtt í Já, Fangelsunum? og það er mikill fengur í geðheilbrigðisteyminu. Bara rosa góð viðbót inn í þennan málaflokk og þeir eru náttúrulega núna á þessu ári sem þau hafa verið frekar óheppilegt ár, COVID-ár, sem hefur svolítið sett strik í reikninginn, en þeir hafa komið inn með sitt starf og það er mikill fengur í því og það er mikið samtal og samstarf milli meðferðarsviðs Fangelsismálastofnunar og geðheilbrigðisteymisins. Geðheilbrigðisteymið er náttúrulega mjög mikið að vinna með þennan þyngsta hóp, en það er náttúrulega, þetta er ennþá á einhvern veginn svona tilraunastigi og við erum að slípa saman hlutverk okkar. Þetta er svolítið, þó þetta sé mjög mikill fengur að fá geðheilbrigðisteymið inn, að þá eigum við svolítið ennþá eftir að samslípa þegar sko 2 kerfi alveg af sikkurum vængnum er farið að starfa að sama markmiði inn í fangelsi, þá þarf svolítið bara að sortera úr hvað er hlutverk þeirra og hvað er hlutverk okkar. Og... Þau eru svona að koma inn með nýja hluti eins og til dæmis að leyfa ákveðin lyf sem kannski hafa ekki verið leyfð áður. Já. Hvernig hefur það farið í meðferðarganginn eða hefur það breytt einhverju? Já sko, eitt af þessum nýju lyfjum sem hefur komið inn í fangelsi og hefur verið að valda meðferðarganginum erfiðleikum er lyfið Suboxone sem er mjög gott lyf í eðli sínu og er ætlað til svona viðhaldsmeðferðar fyrir einstaklingar sem eru með ópíóíðafíkn og þetta lyf hefur alveg gefið góða raun. En það er mjög erfitt að eiga við það inn í umhverfi eins og fangelsi þar sem að þetta lyf verður líka vinsælt til að misnota og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að fyrir hvern einn sem er á þessu lyfi að læknisráði þá er þetta allavega með 1 eða 2 sem eru að nota þetta markvisst og verða háðir þessu sem eru ekki að fá þetta í gegnum læknir, sko. Þannig að þessu lyfi fylgir alveg vandi líka, sko. Þannig að þessu smyglað inn í... Nei, ég held að þeir séu bara að svindla á lyfjagjöfunni sinni. Við vorum að sjá þessu lyfi smyglað inn fyrir einhverju síðan, en eftir að þetta komst í kannski almennari notkun, sem þessi viðhaldsmeðferð varð svolítið almennari inn í fangelsinu, þá erum við alveg hægt að sjá þetta koma sko, sem smygluvarning. En af hverju eru þá ekki nota bara forðalyf þar að segja sko það sem er sprautað eða gefið einu sinni í mánuði eða eitthvað slíkt sem ekki eftir að misnota? Já, sko við erum að reyna að stíga okkar fyrstu skref í því og það er eins með það eins og bara svo margt í þessum málaflokki að það er háð fjármagni og ef ég man rétt að þá held ég að það sé búið að samþykkja fjármagn fyrir að hámarki 50 einstaklinga sem ættu að fá þetta í þessu formi. Og þetta er miklu dýrara form heldur en töfluformið. Þetta að tala 50 einstaklinga í fangelsum? Nei, bara í það heila, á landinu. Á ári? Já.
ef ég man rétt. Það getur vel verið að ég sé að fara með vitlaust mál, en við erum svona að stíga okkar fyrstu skref í þetta. Það verður náttúrulega mikill fengur að fá þetta í þessu formi inn í fangelsið, af því að það myndi breyta svo miklu. En eins og staðan í dag held ég að sé einn einstaklingur inn í fangelsiskerfinu sem að fá þetta í þessu formi. Okay. En það sem sagt, þetta gott líf fyrir þá sem þurfa því að halda, vandamáli inntakan og misnotkunin á því sem að hægt að leysa mjög auðveldlega en kostar bara smá pening. Kostar svolítið pening. Og það myndi breyta algjörlega öllu varðandi meðferðina. Og varðandi eins og meðferðarganginn, við urðum bara á einhverjum tíma að horfast í augu við það að við gátum ekki verið að gera út meðferðarstarf á gangi eins og ganginum á Litla-Hrauni og leyfa þetta lyf þarna inn, af því að það fylgdu því bara of mikil vandræði. Við erum líka með einhvern hópa af einstaklingum inn á meðferðarganginum sem að reyna að sigrast á fíksinni á þessu efni og svo þetta kannski með annan í næsta herbyggi sem að fá þetta á læknisráði og þetta verður oft bara mjög flókið. Nú AA-samtökin svolítið komin inn í fangelsin og það að verða svona meiri þáttaka kannski og þeir eru farin að koma oftar og farin að fá leyfi bara til að koma inn í fangelsin og spjalla við fanga. Hefur þetta breytt einhverju eða? Algjörlega í mínum huga, þú veist að sko svona öflugt AA-starf inn í fangelsunum styður rosalega mikið við bakið á meðferðarstarfi, sérstaklega sko áfengis- og vímuefna meðferðarstarfi og eiginlega bara í báðar áttir. Þú veist öflugt AA-starf getur selt einstaklingum þá hugmynd að það sé vænlegt til vinnings að koma á meðferðarganginn og gera meira og öflugt AA-starf styður við bakið á einstaklingum sem eru inn á meðferðargangi varðandi framhaldið og þetta er kannski í mínum huga sá hópur einstaklinga eða svona þau samtök sem að hafa hvað mest reynt að styðja við bakið á einstaklingum sem eiga við vímuefnavanda að stríða þegar þeir losna út úr fangelsi. En það er líka kannski í mínum huga svolítið dapurlegt að svona mikið af þessum stuðningi skuli þurfa að vera í höndunum á einhverjum félagasamtökum eða góðgerðarsamtökum. Hvað svona ef það eitthvað sem ef þú fengir leyfi til að breyta einhverju strax, hvað eitthvað sérstætt sem þú myndir vilja gera, bara 1, 2 og 3? Eða þá í framtíðinni? Eða? Sko... Eitthvað töfralausn á þessu vanda? Nei, það er engin töfralausn. En ég held að fyrsta skrefið yrði alltaf í mínum huga og það er það sem ég myndi vilja sjá gera. Að við mynduðum okkur bara heilsteypta stefnu í því hvert við viljum stefna með þennan málaflokk. Og það fengist til þess fjárveiting til þess að láta það verða að veruleika. Þannig að það er raun og veru heildstæð endurskoðun á lögum fullnustu. Já, ég veit ekki hvað þarf til. Já, sko, mögulega er eitthvað þar sem að þarf að endurskoða. En ég held líka bara að það þurfi, ég held líka bara að Fangelsismálastofnun og þá væntanlega dómsmálaráðuneytið eða einhvað annar ráðuneyti að koma að fjárveitingu varðandi heilsteypta mynd af því hvert við viljum stefna með meðferðarmál inn í fangelsinu. Af því að ég held að við séum með mjög mikið af góðum hlutum til staðar sem að kannski bara vegna skorts á einhverju svona heildarsýn á þessum málaflokki er ekki að starfa saman. Jón Þór Kvaran, meðferðarfulltrúi, takk hérlega fyrir spjallið. Takk og ég fæ kannski að heyri þér aftur, koma aftur. Hvenær sem er.